Jæja, kæru áhorfendur, allir sem einn. Við hefjum hér keppni innan skamms í annarri deild. Við erum með 11 bíla á braut eins og er. Við erum hérna með ykkur í kvöld. Doddi, Magnús, ykkur staðar. Hann er hann. Ég er hérna þá. Hann er í stuði. Ingi, góð kvöldið. Jónas virðist vera í góðum málum með netið hjá sér. Já, hann var að tala um það að hann væri búinn að láta fyrir sig 100 metra netkapal til þess að geta komist í almennilega nettingu. Það sem að menn leggi ekki á sig til þess að geta keyrt með okkur. Já. Búinn að setja þrjusuflottan tíma hérna. Ólafur Nói þriði eins og er í æfingum. Þetta er allt í rétta átt. Jón Þór búinn að setja hraðasta tíma í æfingu. Það er nú líkt honum. Staðan sem stendur í annarri deildinni er þannig að Jón Þór er efstur með 102 stig. Næsti maður á eftir er Þórsteinn þó nokkru stigum á eftir með 81 stig. Þriðji er Ólafur Nói með 65. Arnar Tryggva í fjórða sæti með 60. Jón Anton þar á eftir með 50 stig. Eiríkur Ingi sjötti með 48. Hilmar Darri sem að tók ekki þátt í fyrstu tveim keppnum út af því hann var í opnu deildinni þar á eftir í 7. sæti með 38 stig. Örn Ellings í 8. sæti með 35. Brynjólfur Skram með 32 þar á eftir. Grétar Hagalín með 30 stig í 10. sætinu. Jónas með 28 stig í 11. Siggi Jóns í 12. með 26 stig. Arnar Sigþórs með 25 stig í því 13. og Grétar Gunnars í því 14. með 7 stig. Við erum að resetta lobby hérna. Bara aukumenn koma sér á braut. Hef ég þessa tímatöku? Brynjaminn, ég ætla bara að bjóða þig góð kvöld. Ég ætla ekki að reyna að lesa út hvað stendur þarna. Það er allir komnir, þannig að við getum hafið þessa tímatöku. Ég viss af því að Brynjólfur yrði ekki með okkur í kvöld, en það vantar 2 í viðbót. Hverja vantar hinn á braut? Vantar ekki Arnar Tryggva allavega. Nei, hann er hér.
Hann er hérna. Vantar Sigga Jóns. Vantar Grétar Gunnars. Nei, hann er hér. Já. Já. Vantar Steina. Stein er ekki. Þorsteinn er ekki með í kvöld. Já, vantar Þorsteinn. Þannig að það gefur okkur það að ef að annarkvort Arnar Tryggva eða Ólafur Nói sigra þessa keppni í kvöld að þá skjótast þeir upp yfir hann í stigakeppninni. Þannig ég þarf hérna að stökkva frá í örfáar sekúndur og ná mér í batteri. Auðvitað fyrir aulahúmóru minn beint í það að hérna mér vantar ekki, þetta var ekki seamless plugg fyrir Lovísu. Það meina að klára hérna alla Ég er svo fegin að þetta hafi komið frá sjálfu þeir en ekki mér. Æ. Herðu, állappinn hérna búinn hjá Erni. Hendum okkur í farþegarsæti í honum. Ég ætla að taka sponsorítið okkur á meðan. Þetta er allt saman í boði Autocenter, kalda 0%, MS, verkfærasölunar, Lavasjó, Yamaha á Íslandi, GT Akademíunar, Dogobit, Verkfræðistofa Reykjavíkur, Classic Detail, Kraftey og hamborgarabúllu Tómasar. Ég vill þakka ökumönnum og áhörundum alveg strax fyrir sérstaklega. Þetta er alveg frábært ásamt því að henda þökkum á frúna mína fyrir þolinmæðina gagnvart því að það er búið að undirleggja stofun undir þetta aðra hverja viku og ég veit að sama er upp á tenningum hjá þér. Ég ætla ekki að segja að verði haldið partí út af því að tímabili fer að klárast en mögulega höldum við partí eitthvað starf annar staðar. Það verður mögulega hluti bara af loka hófinn okkar. Já, og eins og við komum inn á síðast þá er búið að ákveða dagsetninguna á loka hófinu. Laugardagskvöldið 10. maí. Sérlega gott kvöld. Við óskum eftir góðu veðri og góðum vegum. Örn búinn að setja fyrsta hringinn. Fyrsta tímið það. Grétar toppar hann tæpar 0,6. Jón Þór toppar það 1,5. Jón Þór mætir með yfirlýsingu. Já, með látum. Eiríkur Ingi skýtur sér upp í annarsætið. Grétar Hagalín það þriðja sem stendur. Ólafur Nói ekki alveg nógu góðan hring hérna, hann fer í 5. sætið. Hver er að koma í línu hérna? Það var Addi upp í annað sæti. Pínulítið hlétra en já, virkilega vel gert. Jón Þór á fyrsta hring nánast að ná póltímanum í opnu. Það er komið fyrsta spáin hjá okkur í kvöld. Það er Jói Egils mættur með Jón Þór, Grétar G. Hagalín og Ólafur í 3. sæti. Það er
Sko, finnst að Jói er búinn að setja einn spá og þá verður hann að borga fyrir það að svo spá að gerða opinber með því að setja like. Það er bara, Já, hann fær engan afslátt á því. já, það er sérstakur afsláttur á lækunum. Við vitum það að þetta var bilað hérna í útsendinguna áðan. Það er spurning hvernig þetta verður núna, en þau skiluðu sér öll heim lækin í fyrir útsendingunni. Ég sá það í stjórnborðinu. Brynjar Þór. Það er magnað að sjá að ég er að fylgja þetta með Jón Þór. Sko, kílómetrastöðin á bílnum hjá honum. Já, Það var að keyra síðan hring með 11.111 kílómetra á mælinu. mikið rétt. Ég er búinn að fá millifærslu tilkynningu frá Jóa Egils að hann er búinn að borga. Já. Addi skýtur sér aftur upp í annarsæti, Jónas er komin upp í 3. Hilmar í 5. sætinu eins og er búinn að toppa Grétar Hagalín allir. Grétar Gunnars að bæta sig hérna. Brynjar með spá, Jón Þór, Addi, Oliver skiptir út Grétari fyrir Adda í þessu line-upi frá Spánans Jóa. Endilega henda í fleiri spár. Örn Ellings ennþá fremstur, er að klára sinn hring hérna. Bæti sér smá, ekki upp um sæti. Grétar upp í 4. sætið. Grétar. Jón Þór bætir hraðasta hringinn. 44, 3-4-4. Arnar Tryggva bæta sig upp í 7. sætið. Jón Anton að bæta sig líka. Eiríkur Ingi upp í 7. Ég treyst á að Brynja sé búinn að borga fyrir sína spá líka. Addi að bæta sinn tíma. Addi að bæta sig. 44,6. Örugur í öðru sæti Tryggja núna. sig svolítið í öðru sætinu. Rúma hálfa sekúndi í næsta mann. Átta og hálf mínúta liðin á þessu. Við förum að sjá menn detta inn á síðasta hring hérna, bráðum langklösta. Það er spennandi í liðakeppninni í annarri deildinni núna, hérna, ef að ekkert gerist hérna á þessum hring. Bísek eru á toppnum með 132 stig, Jón Þór og Grétar Hagalín. Yamaha Racing Team sem að inniheldur bara Þorstein er í öðru sæti sem stendur með 127 stig, sem að er nú út af því að það vantar liðsfélagann sem að fór þarna upp. Addi kom með refsingu, hann er ekki að byrja nýjan hring. Þá kemur sem það bara fyrir inn í piti. Já, MS, TRB Racing Bláir, Ólafur og Arnar Tryggva eru með 125 stig og því nokkuð öruggir að fara upp fyrir Yamaha Racing Team í kvöld.
Arnar Tryggva, nafnarnir komnir inn í pitinn. Hilmar fylgið þeim hangað. Krafti Racing, Eiríkur Ingi og Hilmar Darri með 86 stig í fjórða sæti. Misfit, Örn Ellings og Arnar Sigþórs með 60 stig. Lafasjó í sjötta sæti. Siggi Jóns og Brynjólfur með 58. Mjótt á minnum þar líka eins og á toppnum. MSTRB Svartir, Jón Anton, einn síns liðs með 50 stig. Og Kaldi Jónas Davíð með 28. Grétar í vegginn þarna á síðasta hringnum sínum. Örn bæti sig, ekki duga það til þess að stökku upp. Grétar bæti sig ekki. Jón Anton að koma næstur. Jón Anton að koma næstur. Úr 9. sæti og heldur sig, nei, fyrir upp í 1 sæti. Eiríkur bæti sig ekki. Jónas í 4. sætinu sem stendur. Fyrir upp í 3. Ólafur Nói bæti sig ekki. Þá það, hver að koma hérna bara næstur? Jón Þór. Já. Jón Þór kemur yfir línuna, búinn að tryggja sér pólinn, tekur smá dans á leiðinni yfir línuna. Herðu milliförslu staðfestingi komið frá Brynjari, komið lag frá honum. Þá erum við kvittir. Þá losnum við að senda handrukkara til Danmerkur. Já, það væri helviti dýrt fyrir frían hluta að fara að rukka. Við gætum alltaf farið bara sjálfir. Já. Gætum alltaf farið, gætum orðað þessu starfsferð. Já, við sendum bara gíróseðil á heimabanka á alla keppendur sem að greiða ef við þurfum að fara að rukka eitthvað stað, sko. Já. Djöfisins villis æðir. Herðu, Jón Þór. Á pól með stórgóðan tíma. 44 Atti í öðru seti. Aðra keppnin í röð. 604, já. Gaman að sjá að Nissanin skuli vera inn í bílinn sem að nái undir 1.54 í þessu lobbyi. Finnst þið það gaman þarna? Ég varð að skjóta þessi. Já. En svo erum við Jónas á M6 BMW-finum í 3. seti. Eiríkur Ingi á Lexus í 4. Verður gaman að sjá hvernig hann tæklar dekkjaslítið. Við sáum áðan að Þorfinnur var ansi tæpur á dekkjunum hjá sér. Liðsfélagi hans Hilli í 5. seti á McLaren. Grétar G. Hagalín í 7. seti á Nissan. Ólafur Nói á Porschenum í 7. seti. Jón Anton á McLaren í 8. Arnar Tryggva í 9. seti á Porsche. Örn Ellings á McLaren í 10. og Grétar í 11. á McLaren líka. Einn Lexus á braut. Einn Lexus á braut. Einn BMW á braut. Við vitum að dekkjaslítið á honum er gríðarlega mikið. Örlítið heftandi. Og það þarf að mannitsa dekkin á honum svolítið vel. Það er svo sem ekkert óyfirstíganlegt. Nei, Herra, ert þú búinn að taka niður þínar upplýsingar? Ég er að klára það. Þetta er allt í gangi, allt í vinnslu. Herra, þetta er komið. Og getum við þetta reis. Já, Brynja bara býður okkur í kaffi.
Nú ekki mikið vandamál að taka með okkur. Ég átti svo sem ekkert von á því að er í einhverjum vandræðum með það. Nei. Stillingarnar. Þá þurfum við bara að fá alla til þess að endur inn á braut. Lexus tire slayer coming up. Það er ágætt að menn gerir sér grein fyrir því að það er mikið slit á dekkjanum á þessu bíl. Já. Það er ennþá Hilla og Adda til þess að endera. Minnum menn á að skipta yfir á dekkin sem þau vilja starta á og öðrun er endera. Það er alltaf öruggasta leiðin. Jónas til dæmis hann tóð svo oft hérna á. Það var allir komnir og þá getum við að aða hérna upp og fremstan. Það var Adda störu sæti. Þar á eftir ætlum við að hafa Jónas. Ingi. Þar á eftir Hilli. Grétar G. Þar á eftir Arnar lengs og ásöðun að vera orðin rétt. Já, þá fyrir við bara alveg þetta í ræs. Við erum náttúrulega með grid start í annarri deildinni. Þannig að það verður eitthvað þrengra inn í fyrstu beina. Það er spennandi að sjá hvernig það kemur út. Já, eitthvað pínlítið. Við bara byrjum til ökumanna að fara varlega og fylgja heiðursmannareglunni og hún á við og svona, þetta er Já, muna bara beygjan hún er breið og góð þannig að það á alveg að vera pláss fyrir menn til þess að komast þær í gegn á þess að vera að lenda í einhverjum skemmdum. Já, og minna svo menn líka það að eins alvarlega og við tökum þetta þá er þetta alltaf leikur og þetta er til þess að hafa gaman. Já, og þú vinnur ekki reist á fyrsta hring. Nei, það er nefnilega líka regla. En svo kemur aftur á móti og ég fekk þetta kvót upp á á Facebooki hefur mér áðan. Ég náttúrulega meðaldra og hangi á Facebook allan daginn alla daga en ég hef nú oft sagt að Senna hafi verið fíbl þótt ég hafi elskað manninn og það kom upp sem sagt nobody is perfect. Yeah, you can try to be perfect and nobody is perfect. Og ef maður gerir mistök þá bara ánar maður upp að því og gerir sitt, reynir aftur. Herðu, reynir að hafa gaman að því. Þá bara í minningu Eddi Örvæn sem lést í vikunni, þá bara hefjum við niðurtalningu í þetta reis. Eddie Jordan, já. Eddie Jordan. Það er sjálfsögðum. En já, við mistum mikinn mann þegar EJ fór frá okkur.
Já. Mikill karakter, óbúslega gaman að hlusta á podcastin sem hann og David Coulthard voru með. Það eru mikil eftir á honum. En ljósin eru komin á stað. Það Boogity, við erum komin á stað. Strax hérna skýtur Hilley sér til hliðar upp í þriðasætið, upp í annað sætið komin eins og en á utanverðinni. Arnar heldur sínu allavega, Jón Þór líka. Allir Grétar komast í gegnum fyrstu beina. upp í þriðasætið. Þetta var svaka ræsing hjá Arnar Tryggvadóttir í 10. Jónatan og Ólafur Nói hérna nánast hlið við hlið inn í börstoppið. Grétar G komin upp í 4. Já, hann skaut sér upp í 4. sætið þarna. Nýtti sér þetta hæga start held ég hefur Jónas alveg. Hilli kom með halva sekúndu í penalty og vel út fyrir mögulega ná sér í þarna meira. Smá nutt þarna á milli manna, komin í 7. sætið Og Jónas komin út í... Jónas stendur við það sem hann sagði, hann ætlaði að klúðra á fyrsta hring. Já, Grétar verður svolítið fórnarlamba því sýnist mér þegar Eiríkur lendir á honum, hann þeirri allt saman. Eiríkur býður eftir honum. Virðir heiðismannaregluna, vel gert. Vilja að taka á penaltíin sín. Ólafur Nói og Arnar Jónas. Örn úr 11. sætinu komin upp í 5. Þetta er vel gert. Já. Jónatan og Jónas. Jónas talaði um það að þó hann væri komin á betra net að þá ætlaði hann samt ekki að beina einu varandi það. Hann ætlaði að klúðra fyrir sjálfur sér á fyrsta hring. Já. Og hann stendur alveg við þau orð. Ég sé það núna því ég ætla að fara að sýna ykkur replay að það hefur ekki seifast timestampið. Ég hefur gleitt á vitlausum taka, það er ekki nóg gott. Það þarf náttúrulega ykkur að fara að taka þetta líkla bara það með mér, sko. En ef við förum að þessi dekkjamálin og þá eru Jón og Addi á medium dekkjunum í 1. og 2. sæti. Ólafur Nói á hard í 3. Arnar Tryggva á medium. Örn Ellings á hard. Hilli á hard. Jónatan á hard. Jónas á medium dekkjunum og er komin upp í 8. sæti, er að taka 7. sætið af Jónatani. Grétar er á hard, Grétar G er á medium og Eiríkur Ingi á medium. Vont fyrir Grétar og Eiríka lendi þessu og klúra þannig medium stintinu sinu. Já, sérstaklega eins og fyrir Eiríka því að eins og vorum að tala að nú er Lexusin ansi grófur á dekkist. Já. Og þetta er að reyna vel á hann að reyna að halda þessum medium dekkjum og vinna þessu á svona tíma. En það er Jón Þór sem að leiðir eftir annar hring. Eftir 2 sekúndur í Arnar. Réttarlega 2 sekúndar forskot á Adda þar fyrir Adda sig. Og Ólafur Nói 4,5 sekúndur aftan Adda með liðsfélagann beint fyrir Adda sig. Og Porsarnir 2. Og Örn Ellings í 5. sæti með Hilla og Jónas alveg snar brjálaða þar fyrir Adda sig. Og Jónas náttúrulega á medium dekkjunum. Já, það er búið að teygja svolítið úr grittinu strax. Já. Það er náttúrulega þegar að það verður hérna smá kaos á milli manna þegar er á leiðinni niður í stígvélið sem að verður til þess að það myndast svona gap á milli þeirra.
Jónas skýtur sér utanverðina á Hilla, ekki duga það til, aftur fer hann á utanverðina. Ég man nú til með, Varnarekstur hjá Hilla. já, ég man Það nú er til að með, loka vel á hann. til með að kalla hann bíl alltaf Berlínabólun eftir að hérna, Brynjar gerði það frægt, komin á innanverðina núna Jónas. Það er nú hraði í þessum BMF. Já. Það er svolítið magnað að sjá að hérna Jónas er með 2 McLaren fyrir fram að sig og næstu 2 bílar á eftir eru McLaren líka. Já, þú varst að meina Arnar Tryggvason, já. Nei, þú varst ekki að meina Arnar Tryggvason, þú varst að meina, það er svo langt á milli þeirra Brynjar. Ég reyna að tala við YouTube-chatið sko eins og Já, þetta eru nú allt vini mínir hérna í YouTube-chatinu hvað sem er, þannig að ég þarf ekki þykjast neitt. Vill ég meina allavega, Hilli og Jónas hérna í hörku baráttu, þetta á eftir að breytast í það að Hilli á innanverðuna. Þannig að áfram Það er heldur. spurning hvað BMF er nær að draga hann upp á busstoppinu. Já, það er náttúrulega 600 km hérna hámarshraði, endarhraði á þessum BMF sko, þannig að hérna held ég áfram að henda út staðhæfingu sem eiga engan, en þetta var reyndar ekki Porsche, þannig að þetta hérna þetta hlýtur að standa. Þetta hlýtur að vera rétt, sko. Þetta hlýtur að vera rétt, þetta var ekki Porsche. Það er þeim gengur allavega að halda aftur af BMF-inum ennþá. Þeir eru komni með Jón Þór Hilli kom með laus. Hvað sér, Hilli kom, nei hérna Jón Þór kom með. Jón Þóri kom með 3,5 sekúndar forskot á, ja, rúma 3 sekúndur á Adda, öðru sætirinu, og Addi með 5,5 sekundu í Ólöfun og þar fyrir aftan. Já. Þeir eru að nýta mítindekki sín ágætlega. Og komaði liðsfélagarnir Ólöfun og Arnar á sikuru dekkjunum. Sikkur strattinu, já. Bílar á sikuru strattinu. Og Arnar fyrir aftan Ólöfun á mýkri dekkjum. Jónas skýtur sér innanverðina inn í fyrstu beygju á Örn links sem er búinn að halda ansi vel aftur að þeim síðustu svona 2,5-3 hringi á harðari dekkjum heldur en Jónas allavega, ef ég maður rétt, já. Jónas að reyna að vinna sig aðeins upp á mítíndekkjunum. Hilli skýtur sér inn í busstoppið, nær að láta að stikka smá snerting á milli manna. Jón Anton svo kominn þarna McLaren á móti McLaren, eða ekki þar? Báðir á hard. Eiríkur Ingi á sig öllu sínu dekkjasliti búinn að vinna svo upp í 9. sætið. Hilmar heimta það í sínu meira á Jón Þóri. Góðu drengur og hérna og Iðinn. Ég þori ekki að segja neitt annað hann upp á kommentatorkursið. Það er náttúrulega þannig að þegar að menn eru fremstir og komnir með 4,5 sekúndar forskot á næsta manna, þá fá þeir ekkert voðalega mikil skjátíma, sko. Það verður fremstu ökumenn þegar að bilið er orðið svona, þá verður þetta svolítið einskipsmannsland bæði í reysi og útsendingu. Þeir halda sér ennþá í samlóku hérna liðsfélagarnir Ólöfu Nói og Arnar Tryggva. Nú er Arnar kominn fram fyrir Ólöfur. Það er miklu betri staðsetning á það, þar sem að
Ólafur Nói getur þá hengt sér bara frekar aftan í Arnar og leyft Tóinu að vinna. Já, hann er rétt fyrir utan tóið eins og en Já. Það er hagalegt fyrir mannin á mýkri dekkjum að vera fastur fyrir aftan liðsilega á harðara kompándi. já, Hörku bardaðinn á milli Örns og svo alveg niður í 10. sætið. einmitt með kameruna á því fæti eins og Eiríkur allar eitthvað að sína sig í speglunum, kominn á innavöruna, stingur sér á innavöruna og lætur það stikka sinni mér í gegnum hælinn, nei, tanna, Tanna. já. Þá kemur stóra bremsusvæðið á hælinn, þar sem að hann er búinn að tryggja sér þetta ansi vel. Það er með Örnvelling í siktinu. Já, meðan, Þetta geta tekið runnið á hann í fyrstu beina. á meðan tekkin fljú ekki undan, að þá má reyna það. Hann er þó allavega virðist vera að enda staðins betur hjá honum heldur en hjá Þorfinnaðan. Já, það er alveg ótt að segja það. Sýnir sig í Það er speglunum. svolítið magnað að sjá hvað dekkjaslitið á McLareninu með þessa bíla í kring, hvað það er lítið. Já. Það er nefnilega alveg merkilegt. Þetta Nissan líta mjög illa út. Já. Ekki það að þú þekki mér, næsta setning er náttúrulega... Utanverðin á Örn og... Örn nær að vera seinni á bremsuna inn í Greta fram fyrir Jónatan þá mögulega, hann er á innavörunni. Já, tekur þetta örugglega þarna. Jónatan sýnir sig aftur. Ætla mögulega... En Gretar heldur þessu. Já. Eins og ég segi, hérna, lætur Nissan líta illa út, en hérna, ef þið þekki mig þá segi ég náttúrulega næst að Nissan sé náttúrulega alfarið það sjálfur að láta sér líta illa út. Ég verð að segja það, sko, að þú ferði í rúfkam á bílinn hjá Eiríkinga, hljóðið, þetta 8-cylinder hljóðið í þessu Lexus, þetta er náttúrulega stór hættulegt. Í líka unnin að hlusta á þetta. Örn með mjög þrönga línu hérna inn í síðustu beyguna í varnarakstri, þéttir svolítið hópinn hjá þeim aftur. Ég er að vesennast með myndavél hérna. 6,2 frá Jón Þóri í Adda eins og 7,8 frá Adda í Adda. Og Gretar alveg að verða brjálaður fyrir Addan Jónatan. Ég vitandi það að Eiríkur Ingi er fyrir fram að sig eftir eitthvað samstuð þarna á milli þeirra á öðrum hring. Eða fyrsta hring. Jónatan aðeins aftan í Eiríkinga. Þá er Greta komin að innanverðuna. Lætur sig flakka þarna. Jónatan með viðari línu á því betra exit. Þetta er svolítið skemmtilegur hópur að fylgjast með. Örn með innri línuna. Það er í gegnum tanna. Smá nudd á milli þeirra. Örn skýtur sér í slipið aftur. Ætlar hann að láta sig hafa að skjóta sér. Lexusin er alveg með pullið á McLaren út úr beigunum. Það voru fyrstu menn komin inn í pit. Jón Þór, Addi, Arnar. Ólafur Nói tekur þá lítið eins og með hálfa sekúndu refsingu. Jónas kemur inn, Hilmar heldur áfram. Þetta eru bara
medium-menn inn og hardmenn úti eins og er. Örn kemur inn svolítið snemma og fær pit-lane penalty þarna. Öllum líkindum. Þá er röðun svolítið breytt, flestir inni, þannig að hérna Ólafur og Hilmar. Ég var að taka eftir því að hérna Jón Þór kemur út úr pit með 6% meira bensín heldur en allt. Já. Grétar heldur áfram, hann fer 9. hringinn á miðjundekkjunum. Ég ætla átta mig á því að Örn kemst náttúrulega út af dekkjasliti lengra á miðjundekkjunum en hann er með 30 sekúndna penalty eftir að hafa farið yfir línuna inn í pitinn. Já. Guringi hérna fyrir framan hann á nýjum harddekkjum. Eiríkur Ingi á eftir að græða á því að Örn hafi náð sér í 30 sekúndna penalty. Já, verður eflaust dýrt fyrir hann. Já. Það er ekki nema 13 sekúndur frá Jón Þór í Ólafur Nóa. Jón Þór náttúrulega búinn að pitta. Nóa er að Ólafur Nóa er að koma inn. Það eru rétt tæpað 13 sekundur, Addi er í 16,9, þannig að þetta eru 4 sekundur núna á milli þeirra. Hilli kemur inn líka. Já. Og Greta væntanlega líka, já. Og Jón Anton líka, og Addi lendir svolítið í því að lenda í þeim á Apexinu þarna. Það verður gaman að sjá bilið 4,2. Það er svolítið leiðilegt pit entry. Af því að hérna fyrir þá sem eru ekki að fara inn í pitina þá klippir þetta svolítið racing-línuna í sundur. Já, þetta fer náttúrulega bara yfir mitt Apexið og heldur svolítið hættu þarna, hættu ástandi. Hilli að koma út úr pitinum og hver var annar að koma? Var það Ólafur Nói? En nú er Arnar Tryggva komin upp í 3. sæti. Já, hann var það fyrir pittin. Þá voru það Arnar og svo Ólafur Nói í 3. og 4. Það voru sko 11 sekundur á milli nafnanna. Já, það er rétt. Það er svolítið búið að auka svolítið mikið munurinn á milli þeirra. En minnkaði líka munurinn á milli Jón Þórs og Adda. Já, já. Og Jónas og Grétar G eru hérna. Grétar G er náttúrulega á eftir að koma inn í pit. Það er ennþá úti á harddekkjunum. Já, Grétar Gunnars, já. Já. Hilmar sýnir svo inn á verðinu á honum. Og skiptir á síðustu stundu inn í 9. Hann verður trúlegast að vera bara þolinmóður fram á fyrstu beygju, myndi ég halda. Og þó, Greta kemur inn í pit og hægir á sig vel fyrir. Fara inn í pitinn. Til þess að vera ekki fyrir á Apexinu og þá gerði hann vel og hægði svolítið á sig þarna fyrir pit-entryið. Ólafur Nói núna að sækja á Arnar Lissulaga sinn, enda á miðjundekkjunum núna. Addi ekkert að hleypa Jón Þórinn eitt frá sér. Ekkert meir en bara 0,2 núna á 2 hringjum. Já, ég veit að Addi hann er búinn að vera einhver hluta vegna svolítið öruggari á harddekkjunum heldur en á miðjundekkjunum. Já. Og líða betur að keyra á harddekkjunum, þannig að
Það er náttúrulega Ólafur Nói og Arnar skiptum stöðu hérna. Arnar bremsa bara fyrir áður en koma upp að tánni. Góð samskipti þetta milli manna, Multi 21 Seb, eins og Landó sagði um helgina eftir í Cooldown-herbygginu. Jón þarf aðeins að auka bílinn núna. Veitu, hvað gengur hér á? Grétar, Eiríkur Ingi hleypi Grétar í framfyrir sig. Hvað? Þetta var Multi 21 líka. Einhver kontakt á, mögulega orðið einhver kontakt þar á milli. Það er... Já, það var náttúrulega þarna á fyrsta ring, ætla að sé ennþá með samvinskupið við því. Ætla hafi ekki orðið önnur snerting á milli þeirra. Mögulega. Þetta allavega virðist vera eina baráttan eins og er á braut. Já, við sýnumst það. Er á milli Grétars Hagalín og Eiríks Inga. Eiríkur Ingi er allavega ná að hemja dekkjaslita á þessu Lexus betur heldur en Þorfinnur gerði opndeildin á það. Já. Alveg töluvert betur. Gefur mönnum í fyrstu deild og úrvals smá von fyrir þessum Lexus. Ég hætti allavega með að við dekkjasliti á Þorfinn á það, þá leit þetta ekkert voðalega vel út. Nei, það gerði það ekki. En það er mikil vöntun á fyrstu deildar og úrvalsdeildarmönnum í tjattinu hérna í kvöld. Það er alltaf ekkert látið vita sér. Ætli þið séu bara brjálaðir á Lexusnum að æfa dekkjaslitið, hvísla dekkin á Lexusnum. Það sé ekki ástæðan. Ætli það sé ekki ástæðan. Það er allavega, ég er að skoða tímana hjá Eirík Inga. Það miðað við þá tíma sem að Þorfinnur var að keyra áðan og Eiríkur er ekkert að kveikja alveg í tímaskáunum. Það er að keyra aðeins hægari tíma heldur en Þorfinnur keyrið áðan, en á sama tíma þá er hann að... Það var hann ekki að kveikja í dekkjunum? Nei, það er svolítið mikill munur þarna á milli. Já. Og er að fara að mynda svolítið barátta hérna milli Hilla og Jónasar. Já, ég var að taka eftir því að Ólafur Nói er aðeins búinn að draga á Adda síðan hann tók fram úr liðsfélaga sinnum Arnari, en ekki nógu mikið til þess að hann sé verið að fylgjast með því ennþá. Það er ennþá 11 sekúndur þar. Jón Þór í 6 sekúndur á Adda, þannig að Þór hefur aðeins bætt í. Nú bara skilur svo heim fyrir þá 2 allavega. Ólafur Nói jafnvel líka. Já. Já, þetta er náttúrulega flott fyrir Adda að ná öðru setinu með að við hvernig þetta tímabil byrjaði hjá honum. Það var alveg einstaklega óheppinn. Herðu, hvað gekk á þarna? Arnar, eitthvað dottið eftir fyrir? Ekki með neina skemmt allavega á bílnum. Hilli tekur hérna innri línuna, bara hlið við hlið gegnum síðustu. Jónas fylgir. Hilli aftur komin í dráttið. Hilli náttúrulega með stærljósið á eins og vennilega. Verst hérna Jónas svolítið vítt. Framfyrir. Næri að halda sér inn á. Hilli kemur tilbaka. Og Hilli fram úr Arnari. Já. Þá er spurning hver ætlar að sýna sig inn í busstoppið.
Hilli verður átt geggjað exit út úr fyrstu beginni. Herðu, Davíð Adams ætlar að gefa okkur visku dagsins. Viltu heyra hana? Já, hvað er það? Það fer hratt og sér fátt, en fer hægt og sér margt. Eiríkur Ingi að sjá til þess að hann sjái allt sem að gerast á brautinni. Já. Enda kannski að leyfa Grétari að vera á undan eftir kontaktið þeirra á fyrsta hring. Virkilega drengilega gert, ef svo er. Enda heiðusmaður mikill. Og það sýnist mér Addi vera búinn að svona stilla sig af í það að keyra bara rétta örugga hringi. Það aðeins búið að minnka bilið milli hans og Ólafur Nóa. En ekkert alvarlegt að koma niður 0,4 sekundur. 3 hringir eftir. En Ólafur Nóa er farin að eyða svolítið framdekkjunum hjá sér. Já. Já, Sérstaklega þú miða við Hilla og mítið dekkjunum fyrir aftan hann. Já. Hill er náttúrulega sérlega. Já, eiginlega öfugt dekkjarslit á við hinna bílana með hérna eitt afturdekk í staðinn fyrir framdekk aðeins betur balansaði þær. Já, já. Það er mjög svipað dekkjaslitið á Hilla á medium og Arnari á hard fyrir aftan hann. Það er náttúrulega þessi McLaren virðist vera svolítið eins og í formúluna. Þetta challenge er svolítið reglun en dekkjaslitið. Það er mjög lítið dekkjaslit á McLaren miðað við aðra bíla. Já, Jónas fer hérna vítt í tanna. Samt, já, Örn var náttúrulega fyrstur inn að þeim, var það ekki fyrstur inn í pit? Jú, bara var fyrir fram hann fór á sama hring og þeir, hann var bara fyrir fram á. Fekk náttúrulega 3 sekundir í refsingu og féll á aftur. Já, ég er bara að spá í... Og tók náttúrulega svolítið meira bensín líka. Hann fer inn... Já, hann er á 9. hring. Það er... Ég er bara að skoða dekkjaslitið hjá honum miðað við aðra. Hann er með svolítið grófara dekkjaslit heldur en aðrir á McLaren. Komin 7,5 sekúndur á milli Jón Þórs og Adda. Undir 10 á milli Adda og Ólafur Nóa. 2 hringir eftir. Ekki það, 1,5. 1,5 hringur. Það er ensinni hjá Adda gæti verið svolítið tæft. Ég held að sleppi nú vel. En þá sparar hann bara lítið, hann á 9,5 sekúndur til að leika sig með. Við sáum nú helgina í Lando Norris að hann hafði 12 sekúndur til að leika sig með á síðasta hringnum. Já, það var bara heppnað að hann skildi hafa þann tíma. Já. Bara að rúlla inn á síðasta hring. Jón Þór leiða keppnina af pól með rúmlega 8 sekúndar forskot á Adda. Þar er 9,5 sekúnda aftur í Ólafur Nóa. Ólafur Nóa er ansi tæpur á dekkjunum með hvað Porschen er búinn að vera slíta hjá. Já, þetta verður áhugavert síðasti hringurinn hérna.
með Hilla fyrir aftan sig á miðjundekkjunum, en við fengum svo sem svipað hérna áðan og það olli okkur smá vonbrigðum að fá ekki keppni á milli Thompson og Jónæs undir lokin. Já. Sjáum hvernig þetta fer. Gunni Addi með reis tímabilsins, besti árangur svo far. Þetta er glæsilegur akstur hjá honum. Ég ætla ekki að fara að taka kommentendurskorsi á síðasta hring hérna. Ég fæ aldrei að lifa það niður, þannig að ég ætla bara að steinþegja yfir þessu öllu saman. Fylgist svo með tímaskjánum og fylgist með hvort það sé nokkuð að lækka óþægilega hratt á milli hans og Oliver Snow. Nei, Addi er að bæta í ef eitthvað er. Já, það er ekkert skrítið þegar dekkin hjá Oliver Snow er orðin svona. Það er hálf sekúnd að koma niður á tíma. Þetta er nú ekki nóg til þess að Oliver Snow fara að klúra þessu pódíumi. Þessum velunapall. Kemur Jón Þór hérna inn í síðustu beina. Ást sér í öruggan sigur. Já, þetta er sjötta keppni, þetta er þá 4. sigurinn á tímabilinu. Addi með geggjaða keppni, koma í öðru sæti. Já, Addi drefur þetta fyrir mér. Oliver Nói kemur svo hérna. Nær að halda síðasta millimetrinum á dekkjum. Í 3. Hilli kemur í 4. Arnar og Jónas hérna. Arnar Tryggva í Það er dragris. Arnar Helgi Jónas í 7. Gretar Hagalín 7. Einfyringi á Lexusnum í 8. sæti. Jón Anton 9. Örn Ellings koma hérna yfir línuna í 10. sæti. Eftir að hafa unnið sér vel upp í byrjun reisins. Já, það var Að vísu með náttúrulega smá kaos hjá mönnum þarna á fyrsta hring. Það er leiðrétting, ég hendi náttúrulega bara út staðhæfingum og læt leiðrétta mig. Jón Þór með 5. sigurinn, þann 4. í röð. Já, Gretar hérna koma síðastan inn á raskaflan og yfir línuna. Ellefu bílar af 14 og braut. Það mætti vera betra. Sem að sér af pól. Já, Jón Þór fyrstur M45 648 hraðasti hringur hjá honum. Arnar endar annar. Það er 8 sekúndum á eftir, 8,8 sekúndum á eftir. Oliver Nói 3. Hilmar Darri á Ferraríunum 4. Arnar Tryggva 5. Jónas skila sér í mark 7. á M6. Gretar Hagalín eftir óheppni þarna á fyrsta hring á Nissanum í 7. sæti. Eiríkur sem að lenti með honum í því 8. Jón Anton 9. Örn Ellings 10. og Gretar Gunnarsson 11. Glæsileg keppni og gaman að sjá liðsfélagann og loksins fá þau úrslit hann er búinn að vera að bíða eftir. Já. Hörðu, Brynjar var með rétt að spá. Jón Þór, Addi og Oliver. Vel Það spyr gert. hvort hann fær velum fyrir það. Ef hann mætir á lokahóið þá fær hann bjór. Kalda 0%. Já, kaldan 0% alveg klálega. Enda myndi hann ekki vilja sjá hann með því. Ef hann fær meiri segja 2. Já.
2 kaldan 0% á lokahófinu gegn því að þú mætir. Það er bara svo leiðis. Algjörlega. 10. maí. 10. maí. Jón Þór formlega búinn að tryggja sér sigurinn í annarri deildinni með 2 keppnir eftir. Má það virkilega vera? Vel gert. Já, Steini keyrði ekki, þannig að það veldi því að Jón Þór er bara orðinn meistari í annarri deild. Hilli með svakalegt start hérna. Óskum honum innilega til hamingju með það. Já. Það er spurning hvort hann leyfið þá okkur með öðrum að koma á stað hérna í síðustu 2 keppnum. Okkur að hætta þegar maður er byrjaður. Nákvæmlega. Þetta er svakalegt start. Þetta er búið að vera geggjað. Já, alveg. Minnum á fyrstu deildina annað kvöld. Ingi og Gunni ætla að lýsa henni og svo úrvalsdeildin náttúrulega á miðvikudaginn. Þar verður nóg að leksu sem að breyta og verður gaman að sjá hverjir eru búin að ná að mastera ekki slítið á móti hraða. Já, ég er hérna að rúlla yfir fyrsta hringinn, sjá hvað gerist á milli Grétars og Eiríks og kannski Jónasar líka, hvað það var. Hilli, já, ok. Þetta er Eiríkur lendir aðeins aftan á Grétari í bremsusúnni hérna. Ég ætla að bakka aðeins meira og sjá hérna alveg frá Hilmari, lendir upp í grasinu, fær refsingu út fyrir hérna, lendir á Jónasi, Jónas lendir á Eiríki, Eiríkur lendir á Grétari, og Grétar snýr við það. Eiríkur virðir heiðursmanna regluna strax, hinkrar eftir Grétari. Grétar á eitthvað erfitt uppdráttar með því að komast að stað. Gefur Eiríki svo smá nutt hérna á leiðinni fram úr honum aftur. Var eitthvað meira svona athugavert? Svo mórst eftir? Ekki svona sem ég man eftir í fljótu bræði. Það var óskup vel keyrt reis að það var svona einstaka málinganutt en Já, máling er til að skiptast á henni. Já, það er svona bara eins og gengur að gerist í kapakstri en það var ekkert svona stórt sem ég man eftir svo sem maður veifar einhverjum flöggum framan í mig. Það er náttúrulega þegar að Arnar þarna fær Hilla og þá aftan að sér þá var náttúrulega að með grunna bara Arnar að taka út refsingu. Refsinguna, já. Það var rétt eftir penaltysónið þannig að það er komið skik á því. Annars nokkuð skemmtilmanna kíkti á þeim þetta kvöldi. Jó, Egils hendir hérna í Grétar Hagalín dregur þetta úr síðasta setinu hérna á fyrsta hringnum í það 7. Mjög vel gert hjá honum líka. Já, algjörlega. Gott recovery. Já, við minnum á skal ég segja því ykkur keppnin annað kvöld, fyrsta deildin gerir þá úrvalsdeildin
á miðvikudag klukkan 21:30. Já, Já. og mér langar að koma inn á það verður mjög athyglisverð skemmtileg keppni í sem sagt eftir hálfa mánuð. Já, Þá ætlum við að breyta svolítið út á vananum og fara af þessum hefðbundnu kappakstursbílum okkar og við ætlum að setjast borð í möstu Roadster á Brandsats. það er hérna, Ekki á racingdekkjum heldur á sportdekkjum. já, það verður skemmtileg tilbreyting, jafna svolítið menn að vera á sama bíl. Já, og svona smá tilbreyting áður en við setjumst á stúfuna í lokakeppninni á Group 3 bílunum okkar. Já, Eins og ég segi, lokakeppnin er náttúrulega í öllum deildum þá er tvöfalt race. Að opna deildin og önnur deildin keyra klukkutíma keppnir og meðan að fyrsta deildin og úrvalsdeildin er að fara að keyra 2 tíma þorlagstur. Og þar er allra veðra von þegar við förum á slaufuna. já, vitandi það að þú ert að hósta Það er- lobby í annarri deild og opni og þá hérna verður það Já, eitthvað. það er eitthvað að menn verði búin að kaupa regnddekkin. Það Já. er alveg á kristaltæri. Ég minnum menn á að redda því bara 1-10. Já. Það er svona meða við söguna að þá myndi ég segja að það væri alveg 160% líkur á því að það yrði rigningar. Já, Allavega einhver hluta keppninnar. mögulega 6 skúrir yfir heildina. Herðu, við þökkum fyrir í kvöld. Hamborgarabúlan, Crafty, Classic Detail, Verkfræðistofa Reykjavíkur, Dokobit, Kitty Akademían, Autocenter, Kaldi, 0%, Verkfærasalan, Lavasjó og Yamaha á Íslandi. Við styðjum við þau fyrirtæki sem að styðja okkur. Ætla að hjálpa okkur að gera stórflotta hátíð í lokahófinu. Munum að henda like og subscribe. Aftur á morgun, takk fyrir. Vilt þú taka öryðans eða á ég að gera það? Ef við ekki að leyfa þér að sjá hvort þú náir því í þetta skiptið. Herru, þangað til næst. Takk fyrir okkur.